Ég heiti Pétur Kjernan og er að læra fjármálaverkfræði. Landsbankinn bað mig að gera þætti viðbótarlífeyrissparnað. Ég auðvitað tók það að mér. En svo fattaði ég veit ekkert viðbótarlífeyrissparnað og ég veit ekkert hvernig hann tengist íbúðakaupum. Ég bý ennþá heima á foreldrum mínum en ég byrjaði að pæla í að kaupa íbúð. Ég þarf að byrja frá byrjun og þess vegna spyr ég. Á ég að kaupa íbúð? Allar kannanir sýna að fólk í þínum sporum það langar til þess að eignast íbúð og þú átt að bara íhuga það alvarlega. En ef við byrjum svona saman að kaupa íbúð eða leigja íbúð? Ég skoðaði dæmi daginn, reyndi að finna svona litla meðal íbúð til þess að kaupa og greiðslubyrðin af svoleiðis dæmi miðað við að taka bara þægilegustu og einföldustu og ódýrustu lánalausnirnar, það var svona 150.000 á mánuði. Íbúðin kostaði 34 milljónir þá, það er svona meðallítil íbúð í Reykjavík, 34 milljónir er þetta ekkert ódýrt. Svo fór ég og skoðaði samskonar íbúð hvað kostaði að leigja hana og það kostaði einhverja rúmar 150.000 á mánuði, þannig að þetta var svipað að borga af íbúðinu og eignast hana og að leigja hana. Þannig að maður er í rauninni að borga svipað mikið en að eignast íbúðina. Já, auðvitað er það líka þannig, það þarf að taka það náttúrulega inn í myndina þegar ég segi sko að það kosti 150.000 á mánuði að borga af íbúðinu, þá er náttúrulega bara að hugsa lánin sko, þú átt þá náttúrulega auðvitað eftir að reka íbúðina, borga fasteignagjöld og svo framvegis. Ég er 25 ára, var að klára viðskiptafræði og er eins og staðan í dag bara að vinna í Húra Reykjavík og leigi hérna þessa íbúð með Svanhildi vinkonu minni. Í byrjun 2017 þá byrjaði ég að leigja á stúdentagörðunum og bara síðan þá hefur ég verið að leigja á leigumarkaðnum. Ég náttúrulega var á biðlista á stúdentagörðunum í 1,5 ár þegar ég fekk íbúð. Ég skráði mig á listan þegar ég flutti til Köpen. Ég vissi ég var að fara að búa í Köpen í ár en setti mig samt á lista því ég vissi ég myndi ekki fá strax. Svo bjó ég í Köpen í ár, kom heim og var búin að búa heima í einhverja 5 mánuði eða eitthvað. Þá fekk ég. Var það mun ódýrara að leigja þar? Á stúdentagörðunum? Já. Það er frekar ódýrt, já. Það er hagstætt. Fengum afhent í apríl en fluttum við ekki saman inn fyrir en svona í lok ágúst. Já. Ég flutti hingað inn út af bara ást. Út af ást? Já. Og hvernig kynntust þið? Hvernig byrjaði svo ást? Við kynntust í fatahengi. Á ókristilegum tíma eftir 50 samanlegana mömmu. Ef við værum að leigja saman á svona staðsetningu, ekki á vegum byggingafélaga námsmanna, þá er þetta bara eins og þessi vinahópar niður í bæ sem bara búa saman og búa í svona skemmtilegri kommúnu. Það sem maður hefur heyrt, til dæmis, fólk er að leigja 3 saman og hver er að borga 100 áskall. Mér finnst það bara ógeðslega mikið. Þú veist, þið eigi ekki hættu að vera rekin úr íbúðinni? Ef við myndum bara hætt í skólanum eða eitthvað. En getur þú fært þitt leyfi yfir á hann? Já, ég hef búin að tjekka því. Við getum fengið bara breytt leigusamningnum, þannig að bæði nöfnin okkar eru á honum. Nefnum hún náttúrulega vilji skila mér. Þá náttúrulega bara skilum við íbúðinni líka. Já. Hvernig er að vera á leigumarkaði? Mér finnst það smá hættulegt, en út af því að við leigjum af byggingafélagi námsmanna, að það gerir þetta gerlegt. Hvernig finnst þér að vera á leigumarkaðinum? Mér finnst það bara mjög fínt, mjög ánægð. Ég hef ekkert lent í engu vesenni, sko. Ertu með einhver plön fyrir íbúðarkaup? Já, sem maður er alltaf að pæla. Svo staðan er núna þá svona kannski eftir ár, en ég held ég búi ekki á Íslandi eftir ár, þannig að ég held ég gera það bara eitt seinna, sko. Er það kannski sem að hindra við að kaupa íbúð? Já, það er það sem ég er ekki að hvetja mig í það. Ég verð ekki spennt á það sem að kaupa íbúð. Nei, ok. Og Sóli mín, það er svo skemmtilegt að koma inn á það út af því að hún er með svo holt vision á þetta, mér lefist að segja. Þegar ég var eitthvað að stressa mig á að fara í skóla, vera orðinn línmaður og eitthvað svona, að sko maður þarf að leyfa sér líka að lifa. Að kaupa avokado, kaupa, gott brauð. Lífrænt avokado. Já, þó að sé einhver rómans í því að borða einhverja núðlur og eitthvað drasl, það er líka skemmtilegt. En það getur ekki alfarið verið þannig. Og til þess að það verði ekki þannig, þá er ekki hægt að greiða svona mikið í leigu. Maður þarf ekki endilega að kaupa íbúð. Greiðslubyrðin leiguíbúð og að kaupa íbúð getur verið mjög svipuð ef allt er talið með. En svo eru líka til ódýrari kostir. Þú getur leigt með öðrum eða komist í stúdendaíbúðir ef þú ert í námi. En marga langar samt að kaupa íbúð. Kostirnir eru til dæmis að þú ert að eignast íbúðina og svo er engin hætta á að missa íbúðina með litlum fyrirvara eins og á leigumarkaði.